Sérstök ánægja að kynna hér góðan kollega, Sif Ríkharðsdóttur, sem prófessor við Íslensku og menningadeild Háskóla Íslands. Sif stundaði líka hér háskólanám í upphafi við Háskóla Íslands í bókmennafræði og líka reyndar í Þýskalandi. Og svo fór hún til framhaldsnáms í Bandaríkjunum og lauk doktorsprófi frá Washington Háskóla í St. Louis, Missouri. Hún hefur verið afkastamikill fræðimaður og ritstýrt bókum, skrifað fjölda greina og líka skrifað heilar bækur sem ég ætla að nefna hérna. Fyrri bókin hennar fjallaði þýðingar á miðöldum og eiginlega það hvernig bókmenntir ferðast milli menningarsvæða. Og svo var það nokkrum árum síðar að hún gáði bók tilfinningar í norrænum bókmenntum. Og það svona á þeim nótum held ég sem hún ætlar að vera í dag, sem helgast kannski líka að því að við fengum hana til þess að vera með smá innlegg inni á sýningunni. Á sýningunni eru svona snertiskjáir sem eru með ítarefni og þar einn hlutinn helgaður rannsóknum og í þeim hluta sýningarinnar eða í því undir þema sem heitir tilfinningar, þar má einmitt heyra og sjá Sif segja nokkur orð þetta rannsóknarsvið sitt, en nú fáum við að heyra miklu meira. Það sérstök ánægja að gjöra svo vel, Sif. Gaman að sjá ykkur og það gleður mig afskaplega mikið að fá að koma hingað í dag og tala við ykkur handritin í tengslum við handritasýninguna Heimur í orðum og þau bókmenntaverk og þá hugmyndaheima sem þau hafa að geyma. Mér langaði að byrja þetta erindi á eilítilli dæmisögu í tengslum við handritasýninguna sjálfa. Þegar sýningin opnaði þá dró ég að sjálfsögðu alla fjölskylduna á sýninguna og þegar við stóðum í lokarými sýningarinnar fyrir framan konungsbók eddukvæða, Codex Regius, í þessum gyllta ramma í sýningakassanum, þar rákumst við á kollega pabba míns en þeir eru báðir verkfræðingar. Það var með ungri dóttur sinni á sýningunni og þegar við byrjum að spjalla saman þá minntist hann á mikilvægi þessa menningararfs sem geymdur í þessu litla, eilítið snjáða og illlæsilega handriti. Svo hóf hann upp raust og fór með vísu úr Hávamálum. Dóttur hans fannst þetta sjálfsögðu mjög vandræðalegt, eðlilega. En það sem sat eftir fyrir mig var að þessi verkfræðingur, ekki miðaldafræðingur, verkfræðingur, var svo uppnuminn af handritinu að hann á nokkurs undirbúnings eða umhugsunar gat rifjað upp og flutt vísubrot sem varðveitt og hefur einmitt komið til okkar í þessu litla handriti. En erindi mitt í dag fjallar einmitt handritin sem tilfinningarlegan menningararf sem og arfleifð tilfinningar forfeðra okkar. Og þessi litla dæmisaga einmitt að mörgu leyti lýsandi fyrir þessa hugmynd handritin sem sögulega minjar sem hafa tilfinningarlegt gildi fyrir okkur í dag. En þau eru á sama tíma einnig menningarallið sem hefur að geyma minningar hugarheim forfeðra okkar, þar með talið minningar hugmyndi þeirra tilfinningar. Skilningur miðaldamanna á líkamannum og hlutverki hans hafði áhrif á hvernig grunneiginleikar mannlegs eðlis voru túlkaðir. Þar með taldar hugmyndir hugan, efnisleika líkamanns og ekki síst tilfinningar sem líkamlegt, menningarlegt og andlegt fyrirbæri. Í þessu erindi munum við þar af leiðandi velta vöngum yfir því hvernig handritin sem menningararfur geta leitt saman hugmyndir nútíma mannsins tilfinningar og tilfinningaheim forfeðra okkar. Margir hérna þekkja væntanlega söguna af því þegar konungsbók eddukvæða, sem minntist á hér á áðan, var flutt til Íslands frá Danmörku fyrir nákvæmlega 55 árum í dag. Þann 21. apríl 1971 flyktust landsmenn að höfninni í Reykjavík í sínu fínasta pússi að fagna komu varðskipsins Vætterinn til Íslands með 2 af dýrmætustu handritum í safni Stofnunar Árna Magnússonar, konungsbók eddukvæða og Flateyjarbók. En Flateyjarbók stærsta íslenska skinnhandriti sem varðveist hefur og hefur að geyma fjölda íslendingasagna, konungssagna og fornaldarsagna en handritið einmitt að finna á sýningunni. Handritin 2 voru afhent í formlegri athöfn sem hluta af samningu sem náðst höfðu niðurskiptingu á handritasafni Árna Magnússonar sem varðveitt hafði verið í Danmörku fram að þessu.
Þáverandi menntamálaráðherra, Gylfi Þ. Gíslason, sagði við viðtöku þeirra: Fögnuður Íslendinga yfir endurheimt handritana jafn djúpur og sannur og hann vegna þess að okkur finnst hún styrkja okkur í viðleitni okkar til að vera Íslendingar, til þess að varðveita allt íslenskt. Starfsbróðir hans, danski menntamálaráðherrann Helgi Larsen, tók undir tilfinningalegt vægi handritana en bætti því hins vegar við að handritin væru menningararfur sem væri sameiginlegur Norðurlöndum og öllu mannkyni. Forsíða Morgunblaðsins gaf ennfremur til kynna mikilvægi þessa viðburðar með fyrirsögninni Handritin heim, sem nú þekkt slagorð og var endurtekið við opnun handritasýninganna hér í Eddu fyrir 1,5 ári. Orð þáverandi menntamálaráðherra Íslands vísa náttúrulega í ákveðna hugmyndafræði, þjóðernisstefnu og baráttu fyrir sjálfstæði Íslands og hlutverki handritana og sagnana sem þau höfðu að geyma í þeirri baráttu, sem endurspeglar samtíma hugmyndir þjóð og þjóðerni. En engu síður gefa orð ráðherra og fögnuður landsmanna til kynna ákveðin tilfinningaleg viðbrögð við komu handritana og þeim sagnaarfi sem þau höfðu að geyma, sem að samaskapi gefur í skyn þá merkingu sem bæði handrit og efni þeirra höfðu fyrir landsmenn á þeim tíma. Gildismat handritana var að sjálfsögðu sögulegt og í þessu samhengi rampólitískt. En einnig, og það sem kannski mikilvægast í þessu samhengi, tilfinningalegt. Handritin og svo menningararfur sem þau höfðu að geyma vöktu þannig tilfinningaleg viðbrögð sem hlutir eða fagurfræðileg fyrirbæri, sem sagnaarfur og sem merkingabær táknmynd. Viðbrögð stjórnvalda og landsmanna á 5. áratugnum að sjálfsögðu háð ákveðnum sögulegum kringumstæðum og pólitískri hugmyndafræði og stefnu, en gefa engu að síður til kynna að handritin öðluðust tilfinningalega merkingabærni, bæði sem fyrirbæri í sjálfu sér og sem táknrænir hlutir, en einnig sem menningararfur, það að segja sem varðveittar minjar hugmyndaheim miðalda. En handritin vöktu ekki bara tilfinningar hjá Íslendingum fyrir 50 árum og hjá sumum verkfræðingum í dag, heldur gerðu þau slíkt hið sama hjá miðaldalesendum og áheyrendum. Fræðimenn hafa meðal annars rannsakað hvernig handrit voru handleikin á miðöldum og mikilvægi þess hvað varðar skilning manna á hugmyndum texta og tilfinningar, og ekki síst kannski samspil þessara tveggja þátta. Rannsóknir hafa meðal annars gefið til kynna að handrit hafi verið handleikin sem gripir sem höfðu tilfinningalega merkingu fyrir viðkomandi. En það tilfinningalega gildi gat verið bæði sértækt og persónlegt og almennara og menningabundið. Fræðimaðurinn Catherine Rooney hefur meðal annars sýnt fram á að handrit hafi verið handleikin, kysst og strokin. Í einhverjum tilfellum hafi lesendur til dæmis kysst eða vætt fingurna og snert upphafsstaði, skreytingar eða jafnvel textan sem eins konar tilfinningalega tengingu milli lesandans og textans. Þannig var textin ekki bara samansafn af orðum, heldur myndaði snertingin tilfinningatengsl milli þess sem var skrifað, sjálfs handritsins sem eins konar efnislegar birtingamyndar þessa texta og svo lesandan sjálfs sem meðhöndlaði handritið. Sjálf snertingin við handritið og texta þess hafði þannig tilfinningalegt vægi eða gat vakið tilfinningar. Fræðimenn hafa jafnframt fundið vísbendingar að tárlesanda hafi í einhverjum tilfellum fallið á og vætt skinnblöð handrita og geymið þannig efnislegan eða öllu heldur líffræðilegan vitnisburð tilfinninga miðaldamanna sem hluta af handritinu sjálfu. Ef við snúum okkur þá að tilfinningum sem fyrirbæri ljóst að flestir hér inni telja sig vita hvað átt við þegar ég segi tilfinningar. Ef ég spyrði hvernig þeir myndu útskýra tilfinningar eða skilgreina orðið tilfinning eins og líklegt að svörin yrðu mörg og margbreytileg. Hvað tilfinning? Líkamleg viðbrögð, huglæg viðbrögð, geðhrif, skynjun? Hægt að flokka eða skilgreina tilfinningar eða eru þær í grunninn persónubundnar? Flestir myndu segja að reiði, sorg eða gleði falli undir hugtakið tilfinning. En sársauki tilfinning? Hvað með skömm sem háð samfélagslegum gildum og mati?
Eða hægt að tala mismunandi eðli tilfinninga sem byggja annars vegar á líkamlegum viðbrögðum og hins vegar á menningarbundnum hegðunarstöðlum. Eða þetta allt saman flóknara en svo. Síðari tíma hugmyndir tilfinningar að mörgu leyti mótaðar af kenningum 17. aldar franska heimspekingsins og vísindamannsins René Descartes aðgreiningu líkama og hugar sem festist í sessi í læknavísindum frá og með 17. öldinni. Við sjáum þetta meðal annars í aðgreiningu á andlegum og líkamlegum sjúkdómum og andlegri og líkamlegri heilsu. Rannsóknir innan taugalíffræði á síðustu áratugum hafa hins vegar sýnt fram á að tilfinningar eru hluti af flóknu ferli sem felur meðal annars í sér skynjunarfæri, líkamleg viðbrögð við áreiti, tvíþætta eða jafnvel margþætta hugræna úrvinnslu úr taugaboðum, huglægt mat á aðstæðum og kannski ekki síst staðlaðar menningarbundnar hugmyndir eðli hluta, þar með talið tilfinningar og hegðunarmynstur tengd þeim. Sá fræðimaður sem hefur einna helst átt í að afbyggja hugmyndir aðskilnað líkama og hugar, þegar tilfinningaupplifun á í hlut, heila- og taugalíffræðingurinn Antonio Damasio. Bók hans Descartes' Error, eða misskilningur Descartes, byggir meðal annars á þeirri grundvallar kenningu að tilfinningar séu nauðsynlegur þáttur í því hugræna ferli sem liggur til grundvallar rökhugsun. Tilfinningar séu því ekki hvatir eða sem þarf að bæla eða hemja til að rökleiðsla geti átt sér stað, heldur séu þær þvert á móti forsenda rökhugsunar og ákvarðanatöku. Rannsóknir Damasio og annarra gefa ennfremur til kynna að tilfinningaviðbrögð séu mörgu leyti áunnin. Þar sem heilinn bókstaflega þróast og tekur breytingum út frá samfélagssamhengi. Tilfinningar eru þar að leiðandi félagsleg hegðun sem byggir á líffræðilegum grunni. Það má því segja sem svo að hið innbyggða og meðfædda taugakerfi sem miðlar tilfinningum hvers og eins mótist því af umhverfi, samfélagsvenjum og sjálfsvitund einstaklingsins, þar með talið þáttum eins og kyngervi. Meðan fræðimenn greinir á hversu stór þáttur sé menningarbundinn og hversu stór þáttur sé líffræðilegur eða eðlisfræðilegur, má gera ráð fyrir að tilfinningar séu bæði líffræðilegar og menningarbundnar og séu háðar bæði stöðlum og viðmiðum umhverfis og menningarsamhengis hvaða merkingu slíkar skynjanir hafa og hvaða merkingu við gefum þeim. Ef tilfinningar eru þannig menningarbundnar og háðar umhverfi hvers einstaklings fyrir sig og samfélags- og menningarbundnum aðstæðum í stærra samhengi menningarsamfélaga, gefur auga leið að tilfinningar eru þannig einnig sögulegar og taka breytingum og aðlögunum í gegnum tímans rás. Þannig má spyrja sig hversu mikla samleið tilfinningar okkar í dag eiga með tilfinningum forfeðra okkar og hvernig við getum tengt við þær tilfinningar sem miðlað í gegnum og með handritunum og efnivið þeirra. Má gefa sér að hugmyndir okkar sorg eða reiði séu yfirfæranlegar á hugmyndir miðaldamanna. Eða eru hugtökin sjálf ekki einmitt menningarbundin. Það er að segja, má líta svo á að þau orð sem við notum til að lýsa innri veruleika skynjana og tilfinninga hafi áhrif á upplifun og mat á þeim. Sumir heimspekingar og málfræðingar myndu halda því fram að sjálft málið móti einmitt sjálfa skynjunina og eigi þátt í sjálfu ferli tilfinningaskynjunar. Þjóðfræðingar hafa löngum velti fyrir sér hvort samfélög sem hafi ekki orð yfir ákveðna tilfinningu geti upplifað þá tilfinningu og hvort tilfinningaorð og orðaforði og notkun sé lýsandi fyrir tilfinningalíf ákveðins samfélags. Þegar kemur að miðöldum þá þetta mörgu leyti grundvallar spurning og bókmenntaarfurinn hefur einmitt að geyma margvíslegar upplýsingar hvernig tilfinningar voru skildar, hvaða hlutverki þær gegndu og hversu mikið við getum tengt tilfinningahugtök eins og reiði eða sorg við sambærileg hugtök og skilning á þeim á miðöldum. Sagnfræðingurinn Thomas Dixon bendir á að sjálft hugtakið tilfinning sé sálfræðilegt hugtak og sé því afurð síðari tíma þróunar á hugmyndum eðli og innra líf mannsins.
Íslenska orðið tilfinning fyrst að finna í varðveittum rituðum heimildum á 17. öld en dregið af sögninni að finna til og beinist þannig upprunalega meira að líkamsbundinni skynjun. Orðið ástríða, sem sambærilegt við latneska orðið passio, sem jafnan notað í latneskum textum yfir tilfinningar á miðöldum, að finna eilítið fyrr eða á þeirri 16. Sjálft orðið tilfinning því ekki til á miðöldum og að mörgu leyti tengt nútíma sálfræðilegum hugmyndum tilvist okkar. Enska orðið emotion og sambærileg orð sem eru notuð tilfinningar á fjölda öðrum annarra evrópskra mála, þar með talið þýska emotion, franska emotion, ítalska emozioni og svo framvegis, eiga sér uppruna í latneska orðinu movere, að hreyfast eða hrærast. Þannig að sjá upprunalega orðið yfir tilfinningar hreyfing eða hræring í líkamannum, ekki ólíkt því sem við sjáum í íslenska orðinu geðshræring til dæmis, þó að það orð eigi nú við ákveðna og yfirleitt neikvæðna tegund tilfinninga frekar heldur en tilfinningar almennt. Kenningar vessana 4 sem byggðu á fornum læknisfræðilegum kenningum Hippokratesar og Galens sem voru uppi á 4. og 3. öld fyrir Krist og annarri og 1. öld fyrir Krist voru að mörgu leyti grundvöllur læknisfræði og almenn skilnings á líkamlegri og andlegri heilsu í Evrópu og þar með talið tilfinningum. Þannig var litið á að líkaminn samanstæði af 4 messum, blóði, svörtugalli, gulugalli og slími og að ójafnvægi í vessum líkamanns væri rót veikinda og tilfinninga sem og andlegra og líkamlegra eiginleika almennt, þar með talið persónleika einstaklinga. Hins vegar má sjá fornari og eilítið öðruvísi hugmyndafræði í fornum íslenskum textum þar sem aðrar hugmyndir hafa mögulega legið til grunna og á einhverjum punkti mögulega runnið saman við læknisfræðikenningar sem hingað streymdu á 12. og 13. öld. Bæði fornar hugmyndir sem og vessakenningin virðast miðla hugmyndum tilfinningar sem efnislegt fyrirbæri stýrt af flæði innan líkamanns. En það voru að sama skapi menningabundnar í anda nútíma taugalíffræði, þar sem tilfinningar og upplifun og tjáning þeirra voru meðal annars tald að bera merki eða gefa til kynna félagslega þætti eins og stéttastöðu eða kyngervi. Reiði var til að mynda markviss beitt sem eins konar stjórntæki af konungum þvert yfir Evrópu. Hugtækið ira regis eða konunglega reiði fól þannig í sér eins konar sviðsetta eða markvissa og opinbera tjáningu og reiði í þeim tilgangi að miðla ákveðinni afstöðu konungsvaldsins eða til að hafa áhrif á þegna þess. Í því samhengi skipti þá litlu máli hvort reiðin væri raunsönn eða sviðsett. Og sviðsetning slíkra tilfinninga gæti sjálfur sér mögulega hafa leyst tilfinningar úr læðingi. En slíkar sviðsetningar ákveðna tilfinninga eru þannig beintengdar við samfélagsstöðu, stétt, kyngerfi, vald og voru þess utan háðar menningarbundnum, hegðunarmynstrum og viðmiðum. Tilfinningar voru þannig bæði líkamlegar, þær voru staðsettar í hreyfingu og flæði innan líkamanns og félagslegar að því leyti að það gegngdu samfélagslegu hlutverki og voru þannig menningarbundnar og háðar tilfinningarlegum forskriftum. En það voru einnig að mörgu leyti efnislegar, það er að segja þær birtast til að mynda í líkamlegum vessum eins og tárum, en einnig í látbragði, hegðun og gjörðum, þar með talið orðum. Að lokum þá gjarnan hægt að nálgast hugmyndir forfeðra okkar tilfinningar og ekki síst birtingamynd þeirra í bókmenntum og þá kannski ekki síst í ljóðrænu myndmáli eða ákveðnum myndlíkingum sem eiga það sameiginlegt að vera efnislegar birtingamyndir af tilfinningum sem hlutkendum og hlutrænum fyrirbærum. Mér langar því að snúa mér að miðlun tilfinninga í þessum bókmenntum en ég mun notast við orðið hugur og fyrirbærið hugur sem birtingamynd fyrir hugmyndir tilfinningar, staðsetningu þeirra, líkamlega og hugræna upplifun þeirra á miðöldum. Hugurinn, eins og hann var skilinn og framsettur í fornnorrænum bókmenntum, verður því leiðandi mótíf í þessu erindi og nálgunar aðferð til að raungera þessa tilfinningaskynjun og miðlun á miðöldum.
Í nútíma vestrænum heimi og eins og í dag höfum við tilhneigingu til þess að skilgreina okkur og samsama okkur sem svona sjálfsmeðvitaðar verur við hugsanir okkar og þar með við hugan okkar. Hver hefur ekki upplifað það að gera greinamun á líkama sem við teljum vera bregðast okkur eða vera að hamla okkur með alls konar hvötum eða þörfum og okkur sjálfum sem skilningsverum, þar að segja hugarins og hugsan okkar. Við sjáum dæmi þetta til dæmis í vísindaskálskap, þar sem setti fram ákveðin svona framtíðarsýn, þar sem til dæmis hægt að hlaða vitund niður í tölvu eða hlaða vitund í annan líkama. Á miðöldum var hugurinn hins vegar hlutgerður og staðsettur og raungerður í líkamanum sem móttakanda og miðil fyrir skynjun, hugræna úrvinnslu, minni og ekki síst tilfinningar. Forníslenska hugtakið hugur með breytt merkingasvið og náði við það sem við myndum telja ólíkar hugmyndir eða eiginleika eins og tilfinningar, vitund, skapgerfi, geðhrif og hugrekki. Þó nokkrar af þessum miðaldamerkingum hafa varðveist óbeint í nútímamáli. Til að mynda orðið huglaus eða hugdeigur, það að segja kjarklaus eða hræðslugjörn, sem merkir bókstaflega án hugar eða án hugrekkis, þó sjálft hugtakið hugur hafi ekki lengur neina tengingu við hugrekki sem slíkt. Orðið hugarhræring eða hræring eða hreyfing hugarins gefur þannig til kynna tilfinningarót sem hefur bein tengsl við hugmyndir tilfinningar á miðöldum sem hræringu sem eiga hins vegar ekki lengur við í dag. Að lokum sameinar hugtakið það sem oft aðgreint í nútíma hugsun, það að segja rökhugsun, sjálfsvitund, hugarástand og tilfinningar. Hægt að finna hugtakið hugur í elstu varðveittu íslensku handritunum. Elstu dæmin að finna í handritum frá 1150 til 1200 sem hafa geyma trúarlega texta, hómelíur og texta eins og Elucidarius, en í þessum elstu textum virðist hugur standa fyrir hug, sál, hugsanir, minni og mögulega tilfinningar. En hugur getur einnig því óbeint þýtt meðvitund, eins og virðist vera í þýddu riddarasögunni Tristram sögu og Ísöndar. Þýðingin frá 13. öld, en handritið reyndar mun yngra eða frá 17. öld. Tristram saga og Ísöndar hefst á því að segja frá foreldrum Tristrams og átakanlegri ástarsögu þeirra, en þegar faðir Tristrams er særður og liggur fyrir dauðanum, þá segir textinn svo frá viðbrögðum móður Tristrams. Þá hvarf henni hugur og féll hún í óvit í rekkjuna hjá honum. Hugurinn raungerist hér sem vitund og við hvarf hugarins, það að segja vitundar, fellur hún í óvit. Þessi hlut og rýmisgerving hugarins birtist ennfremur í orðasamböndum eins og leggja hug á einhvern eða fella hug til einhvers eða hafa hug á einhverjum. En öll eiga þau það sameiginlegt að gefa til kynna tilfinningarleg viðbrögð eða ástúð til einhvers sem hér gervist í því að hugur framsett sem efnislegur hlutur sem hægt að varpa á einhver eða sem getur hýst myndir, minningar eða langanir sem þá samaskapi ímyndar sem efnislegir hlutir. Öll orðasambönd eiga það sameiginlegt að hlutgera hugan sem viðfang sem hægt að færa til eða sem eins konar ílát sem varðveitir ímyndir eða minningar og öll innifela þau tilfinningabönd. Önnur birtingamynd af huga þegar hann stendur fyrir ástand, skap eða aðstæður þar sem að hugurinn kemur einhver leyti í staðinn fyrir persónuna sjálfa. Í fornaldarsögunni Hrólfs saga Gautreks-sonar þá kemur Ketill af Gautlandi til móts við Hrólf konung og segir sagan þá að hann hafi verið í grimmum hug og hinn reiðasti. Hér sjáum við aðra birtingamynd, þar sem hugur ekki lengur framsettur sem hreyfanlegur hlutur, heldur Ketill sjálfur í ákveðnu tilfinningalegu ástandi og þannig myndrænt staðsettur í grimmum hug. Þessi líkamsgerving tilfinninga og hugarins enn meira áberandi í Völsungasögu, þar sem sagt frá brúðkaupi Guðrúnar Gjúkadóttur og Atla húnakonungs og viðbrögðum hennar við hinum nýja maka. Aldrei gerði hugur við honum hlæja og með lítilli blíða var þeirra samvista.
Hér verður hugurinn sem neitar að hlæja, þar að segja sína alla velvilja og ástúð, að birtingamynd fyrir Guðrúnu sjálfa eða myndgerving eða jafnvel efnisgerving tilfinninga hennar. Þessi framsetning í takt við notkun á hugtakinu í eddukvæðunum sem einmitt að finna í konungsbók eddukvæðis ég myndist á hér á undan. Í Guðrúnarkviðunni 3. að finna eftirfarandi vísu sem sýnir viðbrögð Atla við því að Guðrún hreinsuð af ásökunum að vera honum ótrú. Hló þá Atla hugur í brjósti hann heilar sá hendur Guðrúnar. Hugur hér staðsettur í brjóstinu eins og venja með fornnorrænt skáldskapamál. Og meðan hugur Guðrúnar í Völsungasögu neitar að hlæja eða sýna hinu nýja eiginmanni sínum Atla ástúð, þá sjáum við hér hins vegar hvernig hugur Atla hlær í brjósti hans þegar Guðrún hreinsuð af ásökunum. Senan sem sýnir dráp Högna, bróður Guðrúnar, í Atlakviðu sem á uppruna sinn úr sama sagnarfi og Völsungasaga og Guðrúnarkviða, gefur til kynna að í það minnsta í eddukvæðunum hafi hugur mögulega verið beintengdur við hjartað. Hjarta Högna þannig hlutrænt vitnisburður hugrekki hans og skort á ótta, jafnvel þegar það stendur eitt og sér eftir að það hefur verið skorið úr brjósti hans. Hló þá Högni til hjartaskáru, kvikvann kumbla smið, klekkvann síst hugði, blóðugt hafa bjóðu lögðu og báru fyrir Gunnar. Mærg hvað það Gunnar, geir niflungur, hér hef ég hjarta Högna hins frækna, ólíkt hjarta hjalla hins blauða, lítt bifask, á bjóði liggur. Bifðisk svái mjög þá í brjósti lá. Gunnar, bróðir Högna, getur því borið kennsl á eiganda hins útskorna hjarta út frá sýnilegum eiginleikum þess og eðliseinkennum hjartans. Í kvæði þess hjarta fyrst skorið úr hjallaginum blauða og fært fyrir Gunnar sem þá kveðst bera kennsl á hjarta hjalla, því að það má sjá að hjartað bifask mjög eða hrærist eða titrar mjög og bifðisk þeim mun meira þegar það lá í brjósti hjalla. Þegar hjarta Högna hins vegar skorið úr honum og fært Gunnari, þá kennir hann hjarta bróður síns þar sem hjartað lítt bifask eða hreyfist lítið og hreyfðist þeim mun minna þegar það var staðsett í brjósti Högna. Hér hjarta þannig beintengt við hugmyndir hugrekki og flæði blóðs líkamann þar sem hið blóðfyllta hjarta hjalla gefur þannig til í skyn ótta hans eða hugleysi hans. Þessar senur og aðrar sambærilegar gefa því til kynna að hugurinn og hjartað hafa á einhverjum punkti verið talin staðsett í brjóstinu og að hugurinn hafi mögulega verið staðsett í hjartanu sem líffæri og hýsingarstað hugarins. Fræðikonan Leslie Lockett hefur sýnt fram á að fornenskar sagnir, og hér vísa ég í Lockett, túlka hugan sem kallar mót á fornensku, öllu jafna sem efnislegt viðfang sem staðsett í brjósthólinu og verður fyrir áhrifum af hitabreytingum og rýmistengdum sviptingum sem tengd við mismunandi andlegt ástand. Tilvísun lýkur. Og fræðimenn og konur eins og Guðrún Nordal og Kirsi Kanerva hafa sömuleiðis sýnt fram á að brjóstsvæðinu oft lýst á svipaðan hátt í íslenskum dróttkvæðum með rýmistengdum hugtökum og vísunum í huga eða minni eins og til dæmis hugborg, það að segja borg hugarins, eða knörr minnis, það að segja skip minnisins. Og eins og dæmin sem ég minnst á hér undan sína, þá getum við gefið okkur að hugurinn sé bæði það rými sem hýsir eiginleika eins og hugrekki, vitund, hugsanir og ekki síst tilfinningar og á sama tíma tákngerving þeirra. Og eins og dæmin úr eddukvæðunum sína, þá voru bæði hugur og hjarta talin vera staðsett í brjósthólinu og einhverjum punkti í það minnsta í skáldskapalist og hefðum. Fyrir doktorsnefinn Chloe Fontenhoff, sem vann að rannsóknum á norrænum þýðingum og frönskum riddararsögum, tók meðal annars eftir því að í þýðingunni á 12. aldar frönsku rómansunni Yvain eða Ívens sögu, þá fjarlægði hinn norræni þýðandi eða mögulega síðari tíma ritarar gjarnan vísanir í hjartað sem hins vegar lykil táknmynd og táknræn myndgerving fyrir tilfinningar í frönsku rómansunni.
eða, og það sem kannski sérstaklega athyglisvert í þessu samhengi, eða vísunum í hjartar var skipt út og orðið hugur sett inn í staðinn. Meðan að hjarta gegndi þannig grundvallar hlutverki í uppbyggingu myndhverfinga ást í frönsku riddarasögunni og þjónaði þannig gjarnan sem eins konar tákngerving tilfinninga, þá virðist sú merking hafa hliðrast til í norrænu sögunum og hugur þannig taka yfir sem táknmynd tilfinninga. Þessi að þér virðist smávægilega en vísvitandi breyting velti þannig upp spurningum hugtakaskinning og notkun sem og efnisleika fyrirbæra eða hugtaka eins og hugur á miðöldum. Einnig gefur þetta til kynna áhrif bókmenntahefða á miðlun tilfinninga, hugmynda eðli þeirra og ekki síst notkun og framsetning táknmynda þeim tengdum í norrænum bókmenntum. Í Fóstbræðrasögu finnum við einmitt nokkuð óvanalega lýsingu þegar viðbrögðum Þorgeirs Hávarssonar við fréttunum af dauða föður hans lýst. Lýsingi gefur mögulega til kynna á hve ferli menningaraðlögunar, þar sem kennasetningar tengdar versakenningu Galens hafa mögulega runnið saman við eða blandast við menningatengdar hugmyndir hjartað í eddukvæðunum sem ég minntist á hér á undan. Slíkar myndrænar framsetningar, hvort sem það runnu frá læknisfræðilegum eða trúarlegum eða jafnvel skáldlegum hefðum, geta þannig hafa myndað ákveðna tilfinningarlega forskrift sem bæði höfundar og áheyrendur hafa smám saman aðlagast. Og þetta úr Fóstbræðrasögu og lýsir sérst viðbrögðum Þorgeirs. Eigi roðnaðan því að eigi rann honum reiði í hörund, eigi bliknaðan því að honum lagði eigi heift í brjóst, eigi blánaðan því að honum rann eigi í beini reiði, heldur brá hann sér engan veg við tíðinda sögnina, því að eigi var hjarta hann sem fóarn í fugli, eigi var það blóðfullt, svo að það skilvi af hræðslu, heldur var það hert af hinum hæsta höfuðsmið í öllum hvatleik. Lýsingin af viðbrögðum Þorgeirs, sem að vissulega nokkuð sérstök í hinu stóra samhengi Íslendingasagnanna almennt, dregur nokkuð dám af versakenningunni. Lýsingin af reiðinni sem rennur í gegnum hörund hans og brjóstunum sem fyllist af heift vekur hugrenningatengsl við miðaldakenningar tilfinningar sem hræringu, af versum sem streyma eða safna saman á ákveðnum stað í líkamannum og valda þannig tilfinningarlegum viðbrögðum. Lýsingin af hjartanu sem lýst sem hertu og tekið fram að það sé ekki fyllt af blóði kallast á við skáldlega lýsinguna og hinu bifandi hjarta hjalla hins blauða og hinu lítt bifandi hjarta högna hins frækna í allakveðu. Svo rétt eins og Þorgeir í Fóstbræðrasögu þá sýnir högni í allakveðu ekki af sér neitt ótta. Hins vegar sjáum við hér að hjarta Þorgeirs hefur verið hert með hugrekki. Í tilfelli högna í allakveðu virðist hjarta hins vegar ekki vera hert af hugrekki, heldur beinlínis fela í sér eða öllu heldur standa fyrir hugrekki. Lýsinguna á viðbrögðum Þorgeirs í Fóstbræðrasögu að finna í Möðruvallabók sem er rétt eins og konungsbók eddukvæða og Flateyjarbók einn af dýrgripum miðalda. Handritið talið hafa verið ritað á fyrri hluta eða miðbik 14. aldar og er með stærri skinnbókum sem varðveist hafa og geymir fjölda Íslendingasagna og er oft einmitt notað sem grunnhandrit í útgáfu sagnanna. Brynja Þorgeirsdóttir hefur sýnt fram á að elsti fornísli texti sem fjallar fræðilega kennisetningar versakenningarinnar er líklega rituð 1300, er hægt að finna í handriti sem er ritað 1300, afsakið. Það er að finna í handritinu Hauksbók sem er ritað 1300 og það er að leiðandi aðeins fyrr heldur Möðruvallabók. Fóstbræðrasaga er einnig varðveitt í Hauksbók en þó ekki textabrótið sem hér ræðir. En það er því ekki ólíklegt að textabrótið geti borið vitni ákveðna samblöndun af mismunandi kennisetningum líkamann, hjarta, huga og tilfinningar í skáldlegri framsetningu. Mér langar nú að snúa mér að framsetningu á hugunum sem er einmitt óvanalega ljóðræn og myndræn og tengir einmitt saman það sem við höfum verið að tala fram að þessu. Það er að segja rýmishugmyndir og efnisleika abstrakt hugtaka eins og tilfinningar eða hugar,
sem og skáldlegar myndlíkingar eða myndhverfingar af tilfinningaupplifun. Flestir hér inni þekkja væntanlega ljóðið Svona torrig í Egils sögu Skalla-Grímssonar, en það miðlar einmitt óviðjafnanlega myndrænni framsetningu af huganum sem líkamlegu rými þar sem hægt að staðsetja og finna bæði tilfinningar, minningar og skáldlega uppsprettu. Ljóðið lýsi harmi Egils við drukknun Böðvars sonar hans og mögulega annars sonar sem hafi látist áður. Í sögunni sjálf því lýst hvernig Egil lokar sig í lokrekkju sinni og neitar mat og drykk eftir hann flytur lík Böðvars í haug föður síns Skalla-Gríms. Sagan lýsir afskaplega hugljúfri senu þar sem Þorgerður dóttir hans kemur til hans og kveðst vilja deyja með honum. Hún fær hann til að drekka mjólk og rjúfa þannig föstu sína og hvetur hann því næst til að semja kvæði til minningar Böðvar. Ljóðið þannig erfikvæði eftir Böðvar en það er eingöngu að finna í heild sinni í svokölluðum Ketilsbókum sem voru ritaðar á 17. öld af afa Árna Magnússonar í Móðurlegg. Hins vegar eru 2 vísur úr dálknum varðveittar í 14. aldar eða yngri handritum af Snorra-Eddu þar sem þær eru kenndar við Egil Skalla-Grímsson. En fyrstu vísuna í ljóðabálknum er hins vegar að finna í fyrrnefndri Möðruvallabók. En það er einmitt fyrsta vísan sem ég vildi taka fyrir hér og skoða aðeins nánar út frá því sem við höfum rætt fram að þessu. Og hér er fyrsta vísan í Svona torgi. Mjög trekt tungu að hræra eða loftvætt ljóðpundara er sem nú vænt úr víðurs stífi né hódrækt úr hugars fylskni. Vísunin í hugur, sem er hérna í hugarfylsni, í síðustu línunni, er eina vísunin í hugan í öllu ljóðinu. En það setur tóninn og er lykillinn að táknrænni myndgervingu, ljóðsköpunar, tilfinninga og andlegs rýmis í ljóðinu. Hugurinn er sá staður þar sem að þessi ljóðræna rödd sem er að tala staðsetur sig og sorgarferli sitt, hvort sem við gefum okkur að hún sé rödd hins sögulega Egils eða ímynduð rödd Egils og skáldskapur annarkvort höfundasögunar eða einhvers annars. Hugurinn er hér myndgerður sem rými, þar sem að sjálfsvitund Egils sem sögupersonu er staðsett. Skáldleg framsetning í ljóðinu hlutgerir þannig hugan sem ákveðið mannvirki sem er það víðfemt að það getur innihaldið fylskni eða felustafi. Hugurinn verður þannig að ímynduðu eða sjónrænu rými sem er bæði vettvangur sorgarinnar og ljóðrænnar sköpunar og rammar þannig inn það sem á eftir kemur sem eins konar leiksvið eða leiksetning þessa ímyndaða myndgerða rými hugarins. Sjálfsvísunin í fyrstu línunni, mjög trekt eða mér finnst það mjög erfitt, er myndræn framsetning af innri líðan. Doðinn eða þungi sorgarinnar þannig myndgerður í gegnum erfileikana við að finna getuna til að semja erfikvæðið. En því ég lýst á myndrænan hátt sem utan seilingar í þessu ímyndaða rými hugarins. Næstu 2 línur eru ekki mjög auðskiljanlegar, en ef við fylgjum svona almennum túlkunarhefðum, þá lýsa þær sömuleiðis erfileikunum við að vega orðin á gullvog skáldskapar, þar að segja sjálfu sköpunarferli ljóðsins. Því næsti skáldskapurinn sömuleiðis hlutgerður sem viðurs þýfi, þar að segja þýfi Óðins eða suttungamjöður sem er heiti fyrir skáldskap. Erfileikarnir við að kalla fram og að finna og að lokum beinlínis draga fram hinn hlutgerða skáldskap úr þessum fylsknum hugans er tvítekið með er það nú vænt, það er að segja það er ekki auðvelt og né hódrægt, það er að segja það er ekki auðdregið. Sem myndgerir einmitt þetta ferli við að róta í fylsknum hugans og draga fram ljóðlínurnar sem lýsa og tjá tilfinningunum. Örðuleikarnir við að semja sjálf ljóðið og það tilfinningarót sem liggur að baki er þannig bæði myndgert og hlutgert innan þessa ímyndaða og myndræna rými hugarins. Áheyrendum og síðari tíma lesendum, þar með talið okkur, er þannig boðið að taka þátt í eins konar ímyndari sviðsetningu
innri veruleika Egils með því að fylgjast með þessu ljóðræna sköpunarferli sem líkamlegu ferli. Þetta ferli á sér stað í huganum, hans huga, okkar huga, sem ímyndur rými en engu síður mótað af svona þessu tilfinningalegu ástandi líkamanns. Fyrstu línurnar, mjög tregt tunguðræra, gefa þannig til kynnu tregðu líkamanns eða tregðu tungunar til að bregðast við. Og kenningarnar og ljóðræn rammi framsetningarinnar skapa þennan myndræna heim þar sem að sorgin og ljóðsköpunin sviðsett á þessu sviði hugarins. Þetta fyrsta erindi sviðsettu þannig hugan sem eins konar hvelfingu, þar sem að hinn skáldlega rödd leitar þannig að ljóðrænum innblæstri til að tjá tilfinningar. Þau erindi sem á eftir komu þannig römmuð inn og mótuð af þessari myndrænu framsetningu hugarins sem eins konar manngerðri hvelfingu og ímynduðu sviði þar sem sorgin sviðsett í formi ljóðs og þannig gerð upp. Smátt og smátt sjáum við hvernig ljóðmælandinn færir athyglina í gegnum ljóðabálkinn frá hvelfingu hugarins sem uppspretta sköpunargáfunnar út í hold líkamanns og lýsir þannig tregðu líkamanns til að bregðast við. Þegar álíður ljóðabálkinn hverfum við að lokum frá líkama ljóðmælandans sjálfs og endum fyrir utan hvelfingu hugarins. Á endanum stendur ljóðið sjálft eftir sem sjálfstæður hlutur, rist á kefli af Þorgerði að því sagan segir. Viðursþýfi eða skáldskapurinn hefur verið sóttur í hvelfingu hugarins, stendur þannig á endanum eftir sem hlutræn birtingarmynd tilfinningana. Þau orð sem hafa geyma þessa ljóðmynd að lokum rituð í Möðruvallabók. Af dæmunum sem hér hafa verið nefnd má gefa sér að íslenski miðaldahöfundar og áheyrendahópar hafi skilið hugan sem bæði efnislegt og óefnislegt viðfang sem staðsett í líkamanum en gat einnig táknað líkamann sjálfan. Hann var ennfremur talinn bæði hýsa tilfinningar og vera táknrænn fyrir tilfinningar og hinar ýmsu birtingarmyndir þeirra. Þessi efnisleiki bæði hugarins og tilfinninga hefur að mörgu leyti glatast í síðari tíma hugmyndum, en með þróunum í taugalíffræði það stöðugt að breytast og að mörgu leyti erum við að færast nær hugmyndum samruna hugar og líkama eins og á miðöldum. Þessi fyrsta vísa sem við vorum að hlusta á í ljóðinu Sonatorrek rituð á skinn Möðruvallabókar sem situr nú nokkra metra frá okkur, varveitir þannig ímyndaðan eða raunsannan trega og harm Egils og hið ímyndaða sköpunarferli ljóðsins sjálfs sem á sér stað í huganum sem bæði varveitir og táknrænn fyrir tilfinningar. Orðin á skinninu í handritinu þannig tenging okkar við þennan forna trega, hvort sem sá tregi var raunverulegur tregi 10. aldar sögupersónu eða ímyndaður tregi 13. aldar skálds. Meðan sjálfsvísunin í fyrstu línunum myndgerir þannig huga Egils sem eins konar hvelfingu sem hefur að geyma sorgans sem að lokum úthýst í þessum skáldskap eða í formi skáldskapar, þá hún samtímis hlutgerð eða raungerð í huga okkar þegar við lesum hana. Handritið þannig að einhver leyti eins konar raungerving þessa andlega rýmis og þetta manngerða virki sem að ljóðið sjálft vísar í, sem hefur að geyma og varveitir þessa ímynduðu hugar hvelfingu, minnis, tilfinningar og sköpunar. Að lokum, ef ég hverf aftur til dæmisöguna hér í upphafi þessa erindis, þá man ég sjálf mjög vel eftir því þegar ég fékk mitt fyrsta handrit í hendurnar sem doktorsnemi í bókmenntum. Og ég get alveg sagt þó svo heldur sig hér að ég var alveg nokkuð viss að ég myndi missa þetta handrit og það myndi fuðra upp í frumyndir og þannig væri allt glata sem í því stóð. Ég misti það ekki, þannig það enginn á ágjörð því. En það var einmitt þessi tilfinning að snerta bók sem fjöldi annara lesenda hafði snert í gegnum aldirnar, sem hafði að geyma texta og orð forfeðra sem væru annars glötuð og gleymd. Og ekki síst kannski þessi tilfinningatengsl við fortíðina í þessari snertingu. Ég vona því að þið njótið tækifærisins til að kynna ykkur nokkra af þessum dýrgripum okkar á sýningunni
og að þið hafi notið erindisins og ég þakka kærlega fyrir áheyrina og fyrir mig. Takk.